Álagningin á nammibörum alltaf 300% í þeim verslunum sem Viðskiptablaðið skoðaði. Þetta stöðvar þó ekki Íslendinga því heildarframboð sælgætis 6.000 tonn á ári. Næringafræðingur hjá Matís segir fyrirtæki og stjórnvöld vera að gera ýmislegt til að reyna að stöðva þessa miklu neyslu en nú sé komið að neytendum. Upphaflega var þetta svona átak til tannverndunar að stýra þessu inn á laugardag en hefur eiginlega þróast út í það að vera svona sá dagur þar sem að þú mátt eiginlega gera allt hvað varðar mataræði og eins og nammibarnir finnst mér vera uppsettir núna að ef að þú ferð ekki með barnið þitt á nammibar þá sértu að brjóta mannréttindi barnsins. Svo sykurneyslan alveg áhyggjuefni hér á Íslandi? Já, hún það og við stöndum okkur hvað best í neyslu á sykri en þá verið að reyna að stemma stigu við þetta. Stjórnvöld að reyna að gera sitt, það af veikum mætti samt og mega að gera náttúrulega miklu betur. Þau hafa sett fram sykurskatts hugleiðingar og held ég að sé að hluta til komið til kastana. Þau eru líka að spá í hvort það sé hægt að stjórna umbúðastærðum sem dæmi á þessum óhollustu vörum og það mjög gott. Ég myndi vilja sjá hlutina tekna lengra, til dæmis að setja strúktúr utanum hvenær má auglýsa óhollustu fyrir börn, hvenær má vera með það í sjónvarpi og svo slíku. Matvöruverslanirnar núna að taka stórt skref, til dæmis að merkja hóflegs magns af nammi á nammibörum, ekki æskilegt magn af nammi, af því að það í raun ekkert æskilegt magn af nammi, en hóflegt magn af nammi og nú bara komið að okkur neytendum að sýna úr hverju við erum búin til og sýna það að við getum náð tökum á laugardagsnammi ofneyslunni.